Herðu Matti, var þetta ekki óþarflega spennandi hérna? Ótrúlega spennandi, ég er bara ánægður að hafa unnið þennan leik sko. Við vorum alveg gjörsamlega bara september áhugalausir og glataðir í fyrri hálfleik sko. Hvað var í gangi hérna í fyrri hálfleik? Þið lentu bara vel undir í öðrum leik í dag. Já, það bara, ég bara held að, sko við erum búin að tala um það alla vikuna að við erum ekki búin að tapa síðan einhvern tímann miðjan janúar. Við erum búin að vinna, þú veist, með 15-20 stigum og það hefur vantað lykilmenn í þessi lið sem við höfum verið að vinna, skilurðu. Þannig að menn eigi ekki að vera ofmetnast, við þurfum að hafa fyrir hlutunum. Svo er það náttúrulega allt annað að koma eitthvað og vera brjálaðar á vellinum. Og þú veist bara þessi fyrri hálfleikur var bara örugglega vanmat af því að við unnum það með 20 síðast. Men ég heldur bara eitthvað að þetta myndi bara eitthvað koma. Og veist, þú sér hvernig það endaði, þeir skora tæp 60 stig í fyrri hálfleik. Allt sem við vorum búin að leggja upp með, hvort sem það var á kanan þeirra, weak side hjá í vörninni, bara allt gjörsamlega þvert á móti sem við ætlum að gera. Þannig að bara, ég er bara svona, ég veit ekki, bara svona áhugaleysi að execúta gameplanið á það. En greinilega karakter, þið komið tilbaka, þú veist þið náðuð að síga á þá og hérna svona bara í miðjan fjórðaleikluta þá var þetta svona eitthvað leikur orðið náttúrulega. Já, þetta er bara, sko, ég ætla bara að viðurkenna það, þú veist, ekki bara ég, heldur strákarnir allir. Frá þú veist mér og Hraunars og Oddur fyrirliði, það voru allir bara sturlaðir í hálfleik, bara að þetta sé bara Og við bara svona challengeum bara hvern og einasta að stíga svolítið, taka svolítið að bara sínum manni einn á einn, hætti alltaf að treysta á einhverja helvitis hjálp og þriðjálp og bara taka bara sínum gæði einn á einn. Og við gerum það bara svolítið, bæði bara líka bara sóknarlega skoruðu menn á sinn mann, varnarlega stoppuðu sinn mann einn á einn og við náðum yfirhöndinni hægt og rólega þegar seginn í þriðja leikluta. Þeir voru ennþá yfir en mér fannst við svona að vera að ná tökum á leiknum og maður svona að fara að gerast það sem við vildum að væri að gerast og mér leiði svona eiginlega bara vel þegar við fórum inn í fjórða leikluta einhverjum 4 stigum undir eða eitthvað. Það er hörkuleikur á sunnudaginn fyrir austan. Hvað svona, verður eitthvað annað upplag þar heldur en hefur verið? Þarf að fínpússa mikið finnst þér bara miðað seinni hálfleik til dæmis? Já, það er alveg bara það er alveg nóg til að fínpússa sko. Það er ekki það að ég þurfi eitthvað að finna fyrir morgundaginn og laugardaginn, þú veist, hvað við getum verið að bæta sko. Það er bara meira svona, hvað þurfum við að bæta, hvað helst, skilurðu, bara forgangsraða. Þannig að já, það er alveg bara fullt til að laga sko. Ef við líka mætum svona þangað, þá lendum við ekki 17 undir, þá lendum við 27 undir og við hefum ekki séns að koma tilbaka sko. Það var frábær stuðningur í kvöld, alveg eins og í síðustu leikjunum í deildinni. Já. Næsti leikur hérna heima á miðvikudaginn. Hárrétt. Þetta er bara hörku skemmtun, ekki bara stútfylla kofan aftur? Jú, algjörlega. Ég held að það sé ekki einu meistaradeild næsta miðvikudag, þannig að fólki voru ekkert að gera sko.